Kvíðastjórnun eitt af því sem ég hef hvað mest óþol fyrir í dag og kvíðastjórnun eitthvað sem ég beitti sjálf mjög mikið áður fyrir þegar ég var ennþá veik af kvíða. Og kvíðastjórnun virkar þannig að þegar kvíðin hjá manneskju sem er glíma við kvíða og með kvíða eða kvíðaröskun, þá hefur kvíðin tekið yfir manneskjuna og kvíðin stjórnar hugsunum viðkomandi, til líðan og tilfinningu viðkomandi, stundum jafnvel heilsu viðkomandi og lífi viðkomandi, hegðun, líðan, draumum og fjölskyldu. Og trúðu mér, það að gefa stjórnina yfir lífinu sínu og heilsunni sinni og líðan sinni yfir til kvíða er hræðilegt. Þetta er hræðilegur húsbóndi. Þetta er svona svartur, dimmur, grimmur, eyðandi húsbóndi sem að vill taka frá þér alla gleði, taka frá þér all lífsgæði, heilsuna þína og svo framvegis. Þannig að fyrir þá sem eru að glíma við kvíða og kvíðaröskun og hafa verið undir þessu valdi, þá langar við þess að láta að vita að það er hægt að fá frelsi frá kvíða. Ég gerði það með hjálp Guðs og ég hef talað mjög mikið um það, þannig að ef þú tengir við kvíða eða ofsakvíða þá máttu íta follow og like, af því að ég tala rosalega mikið um kvíða og ótta og hvernig ég fekk frelsi frá þessu. Og kvíðastjórnun virkar þannig að kvíðin er farin að stjórna manneskjunni og lífinar og það þýðir að í hvert skipti sem að viðkomandi kannski fá kvíða yfir einhverju sem hún sér í umhverfinu sínu, að þá byrja manneskjan að reyna að stjórna ekki bara sjálfu sér, heldur líka öðru fólki og umhverfinu sínu til þess að þóknast kvíðan, til þess að reyna að manipulera hlutina þannig að það sem viðkomandi er í kvíða yfir að gæti mögulega gerst eitthvað slæmt, reyna að manipulera hlutina þannig að það muni ekki gerast. Og þetta er svona vítarhringur, niður á vítarhringur. Guð segir í Biblíunni, Jobbs bók, Jobb hafa með kvíðaröskun, hann sagði það sem ég óttaðist kom yfir mig. Jesús segir í gegnum orð sitt aftur og aftur og aftur, ekki óttast, ekki vera hrædd. Og ástæðan fyrir að þessi boðskap er svo rosalega sterkur í Biblíunni sá að því meira sem þú óttast eitthvað, því meira sem þú kvíðir einhverju, því meiri líkur er á því að það gerist í lífinu þínu. Þú veist, að því að hver hugsun og orka, það sem þú trúir, hvort sem það er neikvætt eða jákvætt, heilbrigt eða óheilbrigt, það er það sem þú ert að skapa innra með þér og inn í lífið þitt. Og þess vegna segir Guð ekki óttast, þú veist, ekki vera hrædd, ekki vera kvíðin. Og það sem ég óttast kom yfir mig og kvíðastjórnunin er þannig að segjum sem til dæmis svo að þú sért úti í göngutúr og þú ætlar að taka bara einfalt dæmi og þú ert með hundakvíða og þú bara ert með þvílíkan hundakvíða, þú ert einhvers staðar að labba, síðan sér þið manneskju, hún er með hundurinn er kannski laus og ef að þú værir ekki með hundakvíða þá væri þið bara alveg nákvæmlega saman þá þú segir ekkert lausan hund. Þú óttast ekki hundin, þið finnst það bara sætur og krútlur, hefur engin neikvæð áhrif á þig. En af því að þú ert með hundakvíða og þú hræðist og óttast hundin, þá kemur kvíðastjórnunin. Og kvíðastjórnunin virkar þannig að þú byrjar að skipta þér af. Þú fer að reyna að stjórna manneskjunni með hundin til þess að manipulera hlutina þannig að þú skapir sjálfum þér öryggi, ákveðið öryggi. Og þú byrjar kannski að hrópa ókvæðisorð að manneskjunni, þú byrjar að reyna skipinni fyrir að setja hundin í band, halda hundinum og svo framvegis. Það getur birst á mismunandi máta og það sem gerist er að því að fólk vill ekki láta stjórna sér og fólk vill ekki láta aðra skipta sér af sér, að þá kemur oft svona árekstrar upp, að því að sá sem haldinn er með kvíðastjórnunina er að reyna að stjórna öðru fólki, aðrir vill ekki láta stjórna sér og þeir líta á þetta neikvæðum augum að þeir sjá ekki það sem er undirliggjandi, þeir sjá ekki að þetta er kvíði sem er að skapa þetta hjá manneskjunni og ótti en ekki endilega einhver svona mjög neikvæðir persónuleika brestir eins og rosalega afskiptasemi eða stjórnsemi. Þú veist, það er sjaldnast þannig. Það er yfirleitt þannig að undir mikill afskiptasemi og mikill stjórnsemi er kvíði, ótti eða óheilbrigð ábyrgð. Þú veist, þannig að þegar maður fer að skilja þetta og sjá hvað er undir þessari hegðun, að þá byrjar maður að hafa meiri skilning, já, ok, þú veist. Og það er svo mikilvægt fyrir þá sem eru með kvíða átta sig á að þinn kvíði er þitt vandamál. Það er ekki vandamál annara. Vissulega er það þannig að fólk á að vera með hundin sinn í bandi.
En það bara stundum þannig að þú ert eitthvað staðar úti og það kannski laus hundur og ef að þú ætlar að leyfa kvíðanum að stjórna þér, þá það að fara að skapa rosalega vanlíðan og streitu og stress innan með þér og í staðans að reyna að stjórna umhverfinu í kringum þig sem að ekki hægt og skapa bara árekstra á vanlíðan, þá þarftu að fara innan með þér, vinna með Guði í að uppræta þennan kvíða og fá frelsi frá honum og það hægt. Ég hef gert það, ég glímdi alveg rosalega kvíða hérna fyrr á öllum sviðum. Ég var að vísa ekki með hundakvíða en þú veist, ég var með flugkvíða, ferðakvíða, heilsukvíða, félagskvíða, vinnukvíða, svefnkvíða, þú veist, ég var með kvíða, bara almenna kvíðaröskun og ofsakvíða, ég vaknaði stundum upp á nóttinni ofsakvíðakasti, þannig að, þú veist, og þessi kvíðastjórnun, hún brýst þannig út að maður er alltaf að reyna að stýra og stjórna umhverfinu sínu, fólkin í kringum sig, manipulera þannig að maður sé í rauninni að þjóna þessum kvíðaskilu. Þannig að maður geti sett plástur á kvíðan og upplifað eitthvað falskt öryggi og þetta skapar rosalega árekstra í samskiptum við fólk af því að fólk vill ekki láta stjórna sér og fólk vill ekki láta kvíða annarra mannesku stjórna sér, þú veist, og ég hef alveg upplifað þetta hjá fólki sem ég hitt og í umhverfinu mínu og ég var svona sjálf þegar ég var með kvíða, þú veist, ég var að reyna að manipulera stjórna til dæmis barninu mínu að því að mér svo rosalega kvíða þegar eignast eldri strák minn, gagnvart honum, bara eitthvað slæmt var að fara að gerast og þá braust upp þannig að það var svona ofstjórnun, þú veist, og það er rosalega vont fyrir lítil börn að finna svona mikla ofstjórnun frá foreldri og að finna vantraust frá foreldri, þú veist, af því að þá ertu stanslaust að senda barninu skilaboð, ég treysti ekki örygginu þínu, þú veist, eitthvað hræðilegt er að fara að gerast, þú mátt ekki detta og svo framvegis og það bara skapar kvíða innan með litla barninu, skilur, þannig að þú veist, fyrir þá sem er að glíma með mikið kvíða, þá að vera verkefni númer 1, 2 og 3 að fá frelsi frá og það er hægt. Það er hægt að fá varanlegt og raunverulegt frelsi. Það þýðir ekki að ég verð aldrei kvíðin aftur eða mun aldrei óttast aftur. Það þýðir bara að kvíðin hefur ekki vald yfir þér og hann er ekki að stjórna þinni heilsu, þínu lífi og þinni líðan. Kvíðin er ógeðslegur húsbóndi. Í alvöru talað, kontið undan honum. Veldið nýjan húsbónda sem er Guð almáttugur, Jesús Kristus sjálfur sem er kærleikur, friður, lækning, frelsi, umhyggja, allt þetta fallega heilbrigða og góða sem maður vill hafa og það var ekki fyrir árið 2019 sem að Jesús Kristur mætti mér í hugleiðslu og bæn og þá fór ég að trúa á hann og þá fór hann að sýna mér af hverju ég hafði verið svona veik, af hverju ég hafði verið með svona mikinn kvíða og hann fór að sýna mér hvernig ég geti fengið frelsi frá því og ég er með podcast sem heitir Frelsiskirkjan vefþættir, bæðin á Spotify og YouTube. Þar er ég með vefþætti og hugleiðslubænir, leitar hugleiðslubænir sem heita frelsi frá kvíða og ótta. Þannig að ef þú ert að glíma við kvíða eða hefur verið að glíma við kvíða, þá mæli ég með því að fara á Spotify eða YouTube og finna Frelsiskirkjuna og finna þessa vefþætti og svona hugleiðslubænir og hlusta á þetta, hlusta hugleiðslubænina daglega. Það sem að þessar hugleiðslubænir gera er að hjálpa þér að ekki bara taka á móti Jesú, heldur líka vinna með Jesú í að hreinsa burt þetta myrkur sem kvíðin og óttin er og fara beint í ræturnar. Þannig að endilega klikkt á það og bara gangi rosalega vel og Guð blessi og ég bara bið núna fyrir því að þú fái frelsi frá öllum óheilbrigðum kvíða og ótta. Ég bara bið Guð að skína ljósinu sínu inn í hjartað og inn í hugan þinn til að lýsa upp hugsanir þínar og setja frið og hvíld og öryggi í staðinn fyrir kvíða og ótta og óöryggi og ég bara tala líf og lækningun í hjartað núna og í Jesú nafni þá reki burt allan ótta og bið Guð að setja sitt öryggi og sinn friðin í hjartað í staðinn. Guð blessi þig og gangi vel.